Ferðamál á Íslandi, rannsóknir og raunheimar hlaðvarp málefni ferðaþjónustu og ferðamennsku á Íslandi. Við, Gunnar Magnús og Madalena, erum öll kennara og rannsakennari í ferðamálafræði við Háskóla Íslands og erum gestgjafar þáttanna. Og við ætlum að fá til okkar fólk af ólíkum vettvangi til að ræða allt milli heims og jarðar sem viðkemur ferðamálum. Verið sæl og velkomin í hlaðvarpið Ferðamál á Íslandi, rannsóknir og raunheimar. Ég heiti Gunnar Þór Jóhannesson og er gestgjaf ykkar hér í dag ásamt Magnúsi. Komið sæl. Og við erum með góðan gest og gamlan félaga, Edvard Hæpens. Edvard, velkomin. Já, takk. Og velkomin til Íslands. Ég veit að þú ert ekki í fríi, segirðu, en ert í heimsókn, sumarheimsókn, sem er árleg. Það verður gaman að heyra frá þér svona í upphafi bara af þér og hver er maðurinn og hvað ertu eiginlega að brasa hér í hlaðvarpinu? Já, það er nú góð spurning. Þið náttúrulega buðu mér hann. Þið verður nú að svara fyrir það hvað þið viljið fráfara. Nei, en við finnum út af því. Nei, bara svo að það komi nú fram að þá er ég sem sagt prófessor við Wageningen háskóla í Hollandi sem er umhverfisvísinda og landbúnaðarháskóli. Og ef við tökum eitthvað sambærilegt þá er það eins og Hvanneyri heima sem er þá eftir að Rannsóknarstofnun landbúnaðarins rann þetta saman við Bændaskólann á sínu tíma og urðu landbúnaðarháskólinn. Þá var það svona eins konar systur skóli. Wageningen var líka landbúnaðarháskóli þeirra hollendinga og hann segði þróuðu í raun og veru sinn landbúnað og matvælaframleiðslu og sem hefur síðan breyst og þróast yfir í yfirgripst mikil umhverfisvísindi almennt. Og þannig að því leitun er þetta svona óhefbundin háskóli að það út ekki með kannski lögfræði eða heimspeki eða guðafræði eða slíkar fræðigreinar þarna inni, heldur allt í raun og veru sem snýst umhverfisvísindi og það sem við kemur landbúnað matvælaframleiðslu. Og þú ert þarna sem landfræðingur og ert að stýra landfræði einingunni. Já. Ef ég mann rétt og en ert líka náttúrulega beintengdur ferðamálunum. Jú, og það er nefnilega það sem er svolítið gaman í þessu og kemur saman að það er þá rannsóknarhópur þarna sem ég leiði sem er í menningar landafræði og heilt yfir þá snýst þetta bara samband manns og umhverfis í grófustu mynd. Svo sjáum við hvernig þetta spilar út í skipulagi og arkitektúr og ýmsu öðru og hvernig menn virða og nýta landið og stór þáttur þar í náttúrulega víða heim og hér líka er auðvitað þá að horfa á landið út frá sjónrænu gildi eða fagurfræði eða upplifunargildi og þar kemur ferðamálin inn og reyndar er það enn flóknara vegna þess að það er ekki bara hér heldur víða annars staðar sem að fólk horfir til gestakoma sem möguleika á að skapa sér betra líf og betri tækifæri, hvort sem það eru bændur, smábændur út í einhverju fjallaþorpum og héruðum, hvort sem það eru listamenn eða háskólafólk eða bara raun og hver sem er, það er allir sem horfa á gestakomur, það gæti verið element í því sem að við til þess að við getum verið hér, skapa okkur lífsviðurværi eða lifað af landinu með einum öðrum hætti og þetta skaman að horfa á einmitt bara útfróllum segjum þá landbúnað og matvælaframleiðslu þar sem að verkefni sem með í gangi í Nepal er mjög skemmtilegt, þar sem er snýrað uppbyggingu sem mjög kunnulegt kannski erum hlustenda hér að bara umrömmulega að læra að meta hefðbundna matagerð vegna þess að það er eitthvað sem gestunum finnst spennandi. Á meðan heimafólki hefur verið selt bara kókupulsur eins og bara flestum víða og það er bara þinn alþjóðlegi matamarkaður og landbúnaður víðum heim er að gjörbreytast yfir í svona cash cropping sem er þá hveiti og hrísgrjón og þetta sem við þekkjum. En þá eru það gestirnir allt í einu sem að gera fólki kleift að halda á lofti og viðhalda matarhefðum og allskins frumlegum matvælum eins og ég heyri oft fleygt í Reykjavík eitthvað sem er skrítið og skemmtilegt. Já. Þetta þykir voða fínt. Og þarna eru gestirnir sem er allt í einu að gera þetta kleift sem dæmi. Og eru þá líka að undirbyggja líffræðilegan fjölbreytileika og já. Akkúrat. Leið líffræðilegan og menningarlegan fjölbreytileika sem að auðvitað hangir mjög náið saman og svo getur við fært þetta líka yfir í lækningajurtir og upplifun af náttúru jarðhitaböð og í raun og veru útivist með mjög fjölbreyttum formerkjum þá erum við ekki tala endilega að vera klifur upp á
toppa og fjallatoppa eða eitthvað svolítið, þetta er útvist í mjög breiðum skilningi sem snýra því að bæta líðan og sál og upplifun og komast út úr. Og þetta eru auðvitað auðlindir sem að fólk er að horfa til og fólk er að nýta sér og er að átta sig á. Og þetta er bara tegund landnýtingar og tegund sambands manns og umhverfis. Og síðan auðvitað getum við hort á það með gagnrýnum augum að velti fyrir okkur að hver miklu leiti að hver langt er gengið í því að gera alla þetta samband og þessu upplifun að bara söluvöru sem er ákveðin svona, hvað ég segja, deyfing á gildinu og jafnvel morð, skulum við segja bara, þú veist, ef þetta verður bara eitthvað svona bara sölupakki, þá kannski er virðið. Gildismorð. Já, þetta er helgi. Gildislaði. Já, það er bara málið. Þarna er einhver grensa, sko, þú veist að gestakomur og það að virða landi sem og sitt menningararf og annað sem merkilegt í gegnum augu gesta og gegnum það að bjóða gestum og það að gera það hreinlega einhverju söluvöru, þarna er einhver lína sem að menn þurfa að geta sér á. Og þetta er bara mjög spennandi viðfangsefni og spilar auðvitað hreinlega nánast út í allt sem að getur bara þeir eru gestir í öllu. Það er möguleiki á gestakom í öllu sem við gerum. Og þarna sjáum við hvað ferðamáli verða flókin, sko. Já, það er það sem ég verð að velta fyrir mig, sko, við eiginlega verðum, kannski fórum við aðeins svona fram úr okkur sko, að við erum komin alveg að flug í tengingum ferðamála við allt mögulegt, en sko, ef þú segir okkur aðeins frá því, sko, hvernig kom það til að þú fórst að stýra þessari einingu í Vatnajökli og þess að við vitum að þú átt langa sögu hér á landi sem rannsakandi í ferðamálum og hefur fylgst með uppbyggingu eða þróun ferðarþjónustan skulum við segja sko. Í 20 ár vorum við að rifja upp allavega. Já, rúmlega 25 og náttúrulega hefur starfað í ferðarþjónustunni. Þannig að ef við bökkum aðeins frá þeim stað sem við vorum komin á og aftur til 2005-06 eða svo. Eða lengra. Bara hvar viltu byrja? Ég var að hugsa það þegar þú spurðið mig, sko, hvar myndi væri gott að byrja, sko. Ég held að við verðum eiginlega að byrja þetta, sko, á byrjunni. Það er að segja, að þegar kemur að þessu, sko, ég fættur upp á Akureyri og allt með það náttúrulega og það geta ekkit verra. Nei, en allavega þar var ég í skátastarfi. Ég held að þetta sé mikilvægur hluti vegna þess að þá er útivist gegnum skátastarf orðin svona svolítið hluti af mínu lífi alltaf. Frá skátunum gengi ég beint inn í HSSA sem við þá hjálpuðu skáta á Akureyri og útivistin kemur þar í gegn líka og upplifun svona af náttúru landsi sem er náttúrulega bara allt í kring. Og síðan kem ég suður þá 97 til að fara í háskóla til að fara í landafræði. Og þá er ég með brennandi áhuga bara á landmótun og náttúruvísindum. Það fannst alltaf spennandi að bara skoða og skilja hvernig landi mótast og myndast. Og fer svolítið í landafræðin á þeim forsendum og byrja þar. En á sama tíma þá fer ég að leigja þetta eins og gengur og gerist. Og leigusalinn minn á þeim tíma, hann er í samkurli með mann sem var að stofna ferðaskrifstofu. Þetta er þá 1997, 6 sem ég flytt suður. Og þá er hann, þetta er fasteignasali sem bara ákvað að skella sér í ferðarþjónustu. Það var eitthvað sem var svona að byrja. Það var svona með fullt af gestum og þá voru að tala um 100.000 mann sem voru að koma árið til Íslands sem gestir. Og þarna er menn að uppgötta sko bara, þarna er einhverju möguleikar og þessi maður, hann bara fer í það að kaupa jeppa og alltaf bara fara að gera út jeppaferðir og það fréttist af því að ég leigjandinn sé nú með einhverja reynslu í svona útivist og sé að læra landafræði og þeir dobla mig til að búa til svona einhverja ferðapakka og bara fá mig með í fyrirtækið. Og ég geri það og bý til einhverja svona, sem er núna bara hefðbundi Suðurströnd og einhverja fleiri svona venjulega ferðir og bara með jeppum og hann býður mér það að taka meira prófið með sér og við gerum það og svo förum við bara af stað með þetta sumarið þá 97. Þetta gekk nú bara svona upp og ofan eins og gengur og ég fór einhverja ferðir en þess að villi var ég í Bingavinnu í Borgartúni og Skúlatúni og það gaman að því svona og bara eins og gekk og svo þetta alltaf í náminu og síðan sem sagt fréttist að mér á þjóðveginum og þau ferðarskrifstofunni Terra Nova Karolína heitir hún Gersdóttir, hún nær mér og segir ef ég myndi fara í leiðsöguskólan klára það, þá myndi hún ráða mig bara og ég myndi ná því og ég fór bara í leiðsöguskólan þá með öðru ári hérna í landafræðinni upp í MK
og kláraði það og var vissulega ráðinn að Terra Nova. Fór þá bara að vinna sér leiðsögumar alltaf á sumrin og þetta kemur aftur hvað, þetta var mikilvægt sko, en svo ég að þá vinna sér leiðsögumar á sumrin með námi, bara 3 mánuði sem var að bjóða í ferðartösku og tók bara ferðið back to back, ofsalega gaman. Blandaði þá oft svona fjallaferðum og svo hótelferðum, svona til að hvíla sig. Upp í tjald og fjöll og svo í hótel á þessa milli. Og svo kemur við aftur hérna í HÍ sko, í landafræðin og þá gerist það sem að ég með áhuga mest í landbótun og á þessum ferlum sem í ísaldajarfræði og jarðvegsfræði og finnst þetta mest spennandi nema kemur ekki hann Örn Jónsson, prófessor, kemur tilbaka frá doktorsnámi í Hróarskeldi í Danmörku með menningarlandafræði. Mætir hér einmitt í þessa ágætu byggingu sem við erum í núna, jarðfræðihúsið og býður hérna leskurs í menningarlandafræði og ég tek þetta og við vorum bara 6 í honum og lesum sem að hérna franska heimspeki, það var aldrei komist í tæri við og ekki neitt þessu líkt og ég alveg heillaðist algjörlega af þessu fannst þetta ofsalega spennandi og gaman og skrifaði lokaritgerð BS hérna hjá honum með mitt og þetta var bara mjög spennandi og ákveða að kanna frekar hvað þetta og fer hérna til Englands í meistaranám í Space Culture and Politics og það gerir í Durham háskóla í Englandi og það gekk mjög vel og þeir vildu fá mig áfram þar og við sækjum pening til að halda mér í doktorsnámi og það gekk upp og ég kláraði og held áfram í doktorsnámi og skrifaði ritgerð borgarskipulagi í Edinborg og undir titlinu Void Spaces og ferðamál eru hérna bara hvergi nærri sko. Nei, og ekki heldur landmótun. Nei, það verður enda þá mannlandmótun sko, þess að hvernig við fólkið erum að móta umhverju okkar sko, í það borgarskipulagi og þetta sambandi og þetta ritgerðin, bókin sem ég skrifaði þá, hún bara þetta eina almenningstorg í Edinborg og snýst bara hérna samband manns og umhverfis og steinsteypt hellulags umhverfis og ég talaði við arkitekt og hönnuði og rakti upp söguna og gerði ýmislegt í því. Nema hvað, þetta bara allt mjög áhugavert nema svo kem ég hérna heim aftur úr þessu námi sem ég kláraði, fer að kenna hérna við HÍ, bæði þá í landafræðinni í raunvísinddeildinni, en líka í viðskipti og hagfræði vegna þess að þá var hann Örn sem sagt kominn þangað sem prófessor í nýsköpunum. Og við förum að vinna saman að hérna, félagsvist Heitavassis og skrifa mitt þau samfélagslegu mótunaráhrif sem að heitavasvæðingin hafði sem ekkert smáræði sko og við sjáum núna í dag og við tölum þetta sjálfgefið og kannski ekki lengur það var núst verið að skrúa fyrir heitavatni fyrir þetta var það ekki en við erum ekki 100 fyrir því heldur betur þannig að þetta en bara, ekki bara það auðvitað hvað þetta hefur breytt auðvitað hvernig við búum og lifum heldur líka bara samfélagin ég fer í sund á hverju mótni og ekkur og þegar hérna á sumrin og sé alveg hvernig hérna pólitísk forgangsröðin verður til í heitapottinu sko. Það bara svoleiðis og þetta er stóru málin. Já, þetta stór merkilegt í rauninu og Örn gaf út alveg þrælgóða bók sem heitir Geothermal Living þetta sem var mjög skemmtileg. Þessa pælingar nema þarna erum við eitthvað að reyna ég bara svona að kenna og bara í stundakennslu og nema Ingjaldur heitinn Hannibalsson sem þá var yfir, hann var þá yfir stjórnarformaður í þessu verkefni sem þá hétt Ferðamálasetur Íslands og var samvinnuverkefni Háskóla Íslands og Háskólans á Akureyri. Hafði verið þarna eitt forstöðumaður, Arnar sem núna yfir Ferðamálastofu, gott eða ekki? Arnar Már Ólafsson. Já, hann núna yfir forstöðumaður. Hann var þarna fyrst forstöðumaður í einhver ár held ég, 2-3 eða hvað var. Þarna komið eitthvað millibil og spurning hvað menn ætlaði að gera með þetta og Ingjaldur svona, sem var þekktur, þetta er náminu Fargjaldur líka, sem hann hafði gaman að ferðast og það var hans hobby að ferðast og fara á óperusýningar og tikka hérna lönd í heiminum sko og Ingjald stofa hérna yfir í Gimli gott ef kortið það ekki ennþá með pinnunum hans í. Jú, ég held það sko, mjög víðförull. Já, og hann fór náðinu næstu að klára þetta áður en hann féll fráblæsaður en hérna hann snýr sér að mér og segir, heyrðu, varst þú ekki hérna eitthvað í ferðamálum? Ég segi, nei, ekki beint en já, varst ekki leiðsögmaður og hvað svona? Jú, segi ég. Já, það er flott. Hefur þú ekki áhuga að leiða þetta? Þess að ferðamálasettur. Jú, segi ég. Og þá var möguleikis að fara norður líka og ég þá bara byrjuð með fjölskyldu og annað og það bara lá vel við að fara norður og koma þess að stað. Já. Taka þetta upp úr kassanum bara og sjá hvað verður hægt að gera með þetta og þá hétt það eins og ég segi Ferðamálasetur Íslands. Einhverjum 2-3 ára síðan breytt við nafninu í rannsóknar miðstöð ferðamála. Já, og förum við mitt þá og þetta þá árið 2004. Já, sem þú ferð þarna? Nei, 2006 fyrir ekki, ég kem heim 2004 frá England og 2006 haustið ég farið þá norður með þetta verkefni að stað. Takkað upp af kassanum aftur og hérna byggja á því sem Arnar hafði þá gert þegar, við var nú eitthvað og svona reyna að koma þess áfram, sjá hvað er hægt að gera með þetta. Og þarna sjáum við að þetta er þá það leyti sem að ferðaþjónustan
vissulega hlutni voru að breytast, ég man þannig að ég var nú ennþá að brasa eitthvað á sumrin í leiðsögumennsku, svona stutt eftir ég kom heim, var fyrir IT í ferðum og jú, hlutinni voru eitthvað að breytast, það voru mikið hótelum, svona sveitahótelum að spretta upp sem við vorum í og áfangastæðinni voru svona að byrja að taka á sig, þú veist, það var byrjað að vera svolítið kraðak á Gullfoss, svona bílaplani svolítið þéttsettið, sko, Goðafoss, þá gátt stundum lendi að vera alveg 2 rútur og kannski 3 sko. Já. Það var svona orðið, og ef að skip var í höfn, sko, þetta kannski alveg 10 rútur, sko, það orðið svona, maður reyndi svolítið að vera undan skipafarþjóðunum eða eftir, sko. Það var komið þá þegar, en þá var náttúrulega líka voru allir innviðir gjörsamlega upprunalegir, sko. Já. Ég meina, núna í dag fer ég á Goðafoss á þessa stað og þetta er alveg gjörbreytt hvað innviði varðar allan á þessum helstu áfangastöðum. Já. Og manni finnst þetta alltaf ógulega tróðið vegna þess að þegar maður var að fara fyrst þarna með hópa 97, 8, 9, veist, þá átti maður staðinn bara með sinn hóp, bara einn. Veist, þannig að þetta er auðvitað alveg gjörbreytt við. Þetta er 2004, 5, 6 og þá er þetta svona að byrja og eins og við vitum, ég man nú ekki nákvæmlega tölunum, við getum fletti upp auðvitað hvað margir komið þá á ári, en það hefur ekki verið mikið meira 200, 300, 400.000 eða hvað það er. Nei, það er það ekki. En á þessum tíma hins vegar er náttúrulega verið að leggja svolítið áherslu á ferðamálin, sko, af hálfu stjórnvalda líka. Jú. Og ég man að það var í kringum þarna þúsaldamótin að þá komu út einhverja skýrslu til dæmis menningatengda ferðaþjónustu og það er verið að svona aðeins að veita fjármagni inn í verkefni hér og þar landið. Jú. Og þannig það er svona, það er einhver gróska þarna á þessum tíma. Og það er nú margir góðir sem getur nú sagt meiri sögur af því, sko, eins og hann Rögnvaldur Guðmundur sem mikill framtaksmaður í þessu og var nú líka með sína rannsóknir og ráðgjöf en líka var að byggja verkefni þetta í Ólafsdal er það ekki Gilsfirði sem hann er með skemmtilegt þarna og það er svona mér eldri menn sem getur nú sagt á sögur það hefur alltaf verið gerjun í alls svona svoleiðis verkefnum en það tekur eins og segir flug svolítið þarna og er að byrja og taka meira menn er að byrja að horfa til ferðaþjónustunar einmitt sem þetta eitthvað annað það tók á sig einhverja svona mynd sko í ferðaþjónustunni þá var einmitt teknar upp þessa skýrslu sem höfðu nú verið skrifaðar 1990 og 95, 6 og upp 2000 möguleik og tækifæri sem við áttum í ferðaþjónustu og eigum enn auðvitað og þetta er umræðan sko en þá einmitt er líka á sama tíma sko að móta einhverja rannsóknar áætlun eða einhverja hugmyndum það hvaða væri sem að þyrfti þá að skoða eða hafa auga með í rannsóknum þegar kemur að ferðamálum. Og það var eitt af því sem ég gerði strax og var svona forgangsverkefni og byrjaði nú bara því að eiga samtal við bara kollega í háskólanum, sko, sem þá Hólum, Akureyri og hér, fólk sem væri eitthvað í ferðamálum bara ræða, hvað finnst ykkur? Það var nú svona bara óformleg könnun nánast en einhvað síður smá athugun sem varði til, það verður til rannsóknar áætlanir á 3 sviðum, samfélagsáhrif, efnahagsáhrif og umhverfisáhrif. Eða samfélags- og menningaráhrif, efnahagsáhrif og umhverfisáhrif. Svo reyndi ég svona að vinna svolítið eftir þessu að hafa og þetta eru þessar 3 stóði sjálfbærni auðvitað sem að þarna birtast og reyndi og það var kortlagt upp sem þetta röða verkefni þau var forgangsraða ákveðin hátt en þarna var þetta bara eins og ég segi ég bara spjallaði fólk. Já. Svo reynum við alltaf þegar fram í sækir upp úr 2010 og svo áfram 2015 að formgera þetta betur, fá ráðgjöf inn, fá fleiri aðila að þessu og reyna að búa til mynd á hvað væri hægt að rannsaka í ferðamálum. Og það sem kemur bara alltaf í ljósinu og það eins og ég var nefna á það er bara eiginlega allt. Já. Þetta er bara allt sem að ferðamáli snúa, allt sem að hefur með einhverjum möguleika, einhvern hluti af því eru gestakomur, þá erum við byrjað að tala um ferðamál. Ég held að skemmtilegasta dæmi til að útskýra hvað ég á við hérna við réðum til rannsóknarmiðstöðurinnar rúmenskan hagfræðing Kristi Frent sem skrifaði alveg þrælgóðar skýrslur hérna fyrir okkur og greinar líka. En hann var að reyna að leggja grunninn að og dröga hliðarreikningum ferðaþjónustunnar sem að Hagstofan heldur núna úti og var í samvinnu við Hagstofan það auðvitað. Að sjá þá í raun og veru toga út úr þjóðarsreikningum ferðamála hlutan. Þetta er hans í flóki vinna vegna þess að sko þetta er í öllu og hvað er hlutur gesta í hinnum og þessu og þetta er bara efnahagspartur sko. Við erum ekki að tala um samfélags- og menningaráhrif við erum ekki að tala um umhverfisáhrif við erum bara að tala um sko peningalega og efnahagsáhrif af gestakomum og menn sjá þetta alveg fyrir sér hvað er það mikið að veltu bensínstöður upp á Ármúla sem er gegnum bíl og gesti. Akkurat. Svo var nú skemmtilegast að fannst mér af þessu verki, þetta er alltaf, ég segi svo sögu ofta þegar við fórum í það að reyna að finna út úr í hluti af umsvifun Landhelgisgæslunnar
sem þá hlutaf löggæslu á Íslandi, þá löggæslu á Íslandi, hlutaf umsögu löggæslu auðvitað kringum ferðamenn. Hver sá hlutur? Þá voru að skoða það, hann fór að greina þetta og einn hlutur þar undir landhelgisgæslan, sem auðvitað með þyrluna, sjúkraflugið. Og hann fer og reynir að finna út úr þessu og fer að tala við þá og þeir segja, já, heyrðu, við erum náttúrulega með allt lokkað hérna, en þeir áttu þetta bara í einhverju forriti og svo áttu þeir bara svona nálaprentara inn í einhverju flugskíli. Svo var þetta bara prentað út á einhvern 50 metra stranga, bara all flugin eða hvað þetta var, sko, og við fórum yfir þetta. Já. Og bjöggum bara til flokka, og veist hvað væri hvað, og þá, sko, og reyna þá að skilja hvað þessu ferðaþjónusta eða ferðamál. Kemur náttúrulega í ljósa allavega á þeim tíma helmingur útkalla landhelgisgæslunnar var út af íslensku ferðafólki sem var í sumarbústaðum að gera eitthvað af sér, en það var ekki eins mikið, sko, túristandir að slasa sig upp á Hálendi, en einhver segir, sko, hver sá hluti og hvernig nærði þá greina það út úr þessu og svona, og þarna ertu auðvitað að búa til flokka og búa til skilgreiningar og annað slíkt sem það var stórvöxtið, og þetta var vinnan sem ansi flókin og í raun ennþá svolítið eftir, sko. Það eru komnir hliðarreikninga vissulega, og það er búið að velja svona ákveðna breytur sem hægt að ná utanum og ramma, en þú getur í rauninni gert þetta fyrir hvað sem hvaða umsvif eða hvaða athafnir í samfélaginu sem þar element gestakomar eða möguleiki á gest eða gestum. Samanber hérna í háskólaumhverfinu, hvað margir alþjóðlegir nemendur? Auðvitað eru ekki túristar í hefðbundum skilningi þegar við sjáum fyrir okkur fólk að fara í norðurljósaferð eða hvalaskoðun, en ég er alveg vissum reyndar að þeir fara í norðurljósaferð og hvalaskoðun líka, þó þeir séu opinberlega skiptinemar í Erasmus-prógrammi frá einhverju. Sko, þetta allt í norðin umsvif og ekki bara umsvif, heldur líka auðvitað samfélags- og menningaráhrif. Við fáum inn þekkingu, hugmyndir, tungumál, orðfæri, útlit, tísku með þessu fólki sem kemur sem skiptinemar og þau auðvitað nýta sér fráveitu og auðlindir hér á landi eins og annað og þar lendir einhvers konar umhverfisáhrif og svo framvegis og svo fljúga þau reglulega heim og allt þetta og eru kolumnspor og fleira. Og þetta náttúrulega eitthvað sem gerir ferðaþjónustuna svo sérstaka. Það engin önnur atvinnugrein, eða sérst, ef maður talar hagkerfið svona á þeim grundvelli sem nákvæmlega svona, margar atvinnugreinar tengjast mörgum þáttum, en þarna akkurat, sko, vegna þess að, eins og myndist á að með útköll þyrlunara voru vegna íslenskra ferðamanna, auðvitað eru við líka ferðamenn, þannig að ferðaþjónustan er svo mikið líka menningar atriði og það er hluta menningu okkar og blandast inn í allt sem við gerum, sko. Bara allt sem við gerum, Þannig að þetta vantilega líka nákvæmlega sama þá vandamál eða áskorun fyrir aðra þjóðir. Þetta er ekki sér íslenskt að ná utan ferðaþjónustuna og en við höfum kannski einhverju leyti verið eftirbátur og við höfum nú verið að svona garfa í þessum málum langt skeið og hvernig finnst þér hafa svona áunnist að sko auka skilning á svona sérkennu ferðaþjónustuna sem þjónustugreinar, þetta er ekki framleiðsluiðnaður, þetta er þjónustugrein og það er ákveðin þættir það sem skipta máli og svo bara mikilvægi sko þess að við söfnum þessu upplýsingum og greinum þær og miðlum er okkur að verða eitthvað ágengt? Já, það held ég. Þú nefndir hérna við varum einhvers konar eftirbátur. Ég held ekki, sko. Nei. Ég held þessu bara heimlega engin eftirbátur og ég nota oft til sýnist fyrir bæði til Evrópu og svo víðum heim sjálfbærnivísana. Þessa örfáu sem eru þó komnir og einmitt súluna frá rauði verið grænt og svo leggja áherslu á það hvernig bæði það að skilgreina og sættast á hvaða vísar skulu vera notaðir og svo hvar eru þá mörk ásættanlegu breytinga innan þessara vísa. Við erum komin þangað, allavega, og það er bara töluvert frá því sem var, alveg klárlega. Svo eru þetta allir umræðan eftir þessi vísar eru frekar fáir eins og ég sé núna og mér sýnist verkefnið ekki vera klárað. Það er allar einhvern veginn hálfkarað á síðu stjórnarráðsins. Já, þú talar jafnvægisás. Já. Þarna má vinna miklu meira en eins og ég segi, ég sýni öðru fólki þetta og segi, sko, við erum að horfa, hérna þurfum við að vera. Já. Við þurfum að ræða hvaða vísar þetta ætti að vera þá á miklu fleiri sviðum heldur en bara þessum efnahagslegu og bara tölum og þá þurfum við líka að ræða hvað er vísirinn og hvað er vísbendingum neikvæða þróun og jákvæða þróun og hvað eru mörkin sem við sættum okkur við. Þetta, og þarna bara er öll umræðan. Þú getur bara tekið umræðan ferðamál bara í heildsinni bara á þessum grunni til dæmis. Það er mikið skref vegna þess að ég man það nú bara alltaf þegar maður var að tala ferðamálin á fundum áður, sko, að
þá kom alltaf, það klikkaði ekki sko á fundinum, þá kom alltaf einhver og sagði þér einhverja dæmisögu klósettmál. Sko, við erum ekki þar lengur. Reyndar klósettið ennþá vandamál og salernismál í ferðumálum eilíðar og það ekki bara hér á Íslandi. En þú veist, umræðan hér og við annars það en umræðan hér alveg komin töluvert langt og menn sjá alveg allavega svona því minni reynslu þá ferðamálin orðin þau eru honum miklu flóknari og margbrotnari mynd í íslenskri umræðu heldur en var og það gott. Og þetta var náttúrulega eftir hrun mjög mikil áhersla á fjölga ferðamönnum og við höfum nú skrifað það saman og hérna í sikkur lagi að svona þessi hugmyndum ferðarþjónustuna sem svona framleiðsluiðnað og samlíkingin við sko sjávarútveg sérstaklega og sko kosti þess og galla að hérna það hefur alveg ákveðið vægi til að auka skilning en það skapar líka þessi ákveðin svona hurningatengsl sem ekki alls kostað við. Nei. Og kannski svolítið svona núning líka í þessu svolítið friksjón að velta fyrir sér einmitt sko þjónustugreininni í samanburði við eitthvað sem er sklálega svona meiri hardcore iðnaður eða svona framleiðsla og í því náttúrulega kannski ljósi líka að tala að sko að hérna dreifa ferðamönnum eins og var í Smalamennsku á hausti eða með netverskon á eftir loðnutorfunni eða þess að það sko. Já, ég held að þetta er nú það að dreifa ferðamönnum, það er alltaf hérna, það er skemmtilegt viðkvæð, þetta er líka í Amsterdam sko, það er steiga menn á stokk og segja við þurfum að dreifa ferðamönnum betur sko. Það er eins og bara menn verið pakkað upp í skítadreifar og sko og svo bara spreyjað yfir. Þetta er nú ekki gott, þetta er ekki góð líking og það er einmitt þessi lína sem ég var að tala kannski áðan sko, varandi sko þú veist, ef þú breytir hlutunum í söluvöru versus það að vera í raun og veru að lyfta arfleið og hugmyndum sko. Og það var náttúrulega að sjá fólk sem fiska eða þorska, það er ekki gott. Fólk er almennt séð skínugar skepnur og hérna mjög svo og reynda að þorska líka fyrir það en hérna á annan hátt en og veist, svo það sé sagt en það er bara svo miklu meira virði í því sko, þá virði með mjög breiðum skilningi að horfa fólk sem fólk sem merkilegar lifandi hérna menningarverur og samfélagsverur sem að þú getur tengst sem manneskjum og þú veist, það er miklu það er ótrúlegt virði í því sko, þá verður einmitt gestakomur fara snúast allt annað heldur en bara arðsemi og peninga þegar þú ferð að horfa á gestina sem fólk sem er að koma hingað og það eru líka vissulega margbrotnar og meiri tekjumöguleikar í því. Ég meina, góð viðskiptasambönd byggja á persónulegum tengslum, þau byggja ekki á að hérna arðræna og misnota. Það er alveg búið að reyna það svolítið sko og það gengur svona í ákveðin tíma en nýlendustefna svona sem gekk alveg upp þannig síðan en bara hefur ennþá svolítið. Þegar hún gerði það ekki. Já, ég mitt og hefur svolítið hörmulegar afleikar ennþá sko en eins og ég segi það að eins og góð viðskiptasambönd þau byggja mitt á bara að byggja þetta að tala um fólk og tala nú ekki þetta þá næringu sem þú fær bara að öðru leyti af því að umgangast fólk eins og fólk sko. Það andleg næring og hugmyndir og sjá lífið í sinni fjölbreytileika og dásemd sko. Þannig ég vil svona svolítið leggja áherslu á það að ferðamál á Íslandi snúast líka það að við erum að tala um fólk sem er að koma í það. Og þá aftur komum við í það sko skiptineminn og vinurinn sem kemur í heimsókn, gamli kolleginn og svo framvegis og að sjálfsögðu förum við með þetta fólk í sund eins og íslensk hefðir að baða gestina og kemur þeim heim og að sjálfsögðu fara þeir í norðurljósaferð. Ég meina, það er auðvitað magnað að sjá norðurljósin. Auðvitað verða mann að sjá Gullfoss og Geysi, þetta er merkisfyrirbæri. Og maður læri sjálfur að meta það betur þegar maður sér hvernig gestir sjá þetta. En svo líka er bara svo margt annað sem er stórmerkilegt og flott og skemmtilegt að sjá sem verðum að læra að bera kennsla á. Og þetta ég talaði með mitt hérna í svona bakgarðsferðamennskunni sko að læra bara að meta það sem er bara í bakgarðinum og Íslandi er ekkert merkilegra land en önnur, bara svo það sé alveg sagt. Það er öll lönd og öll svæði og allt fólk er gríðarlega merkilegt ef maður bara lærir að sjá margbreytileikan og fjölbreytileikan og allt það. Og núna bý ég erlendis og ég kem hérna heim og eyði sumrinu hérna heim alltaf. Bara, það er betra upp á svo heitt úti en ég meina þá sér maður þetta hlutina líka svolítið í öðru ljósi og hérna sér maður landið sitt og umhverfið, ég meina hvað maður kann að meta og það er bara í hennu smáa yfirleitt sko, miklu frekar en það að maður sé að bíða eftir að norðurljósin birtist á himninu sko, það er ekki ástæða fyrir ekki til Ísland sko, það er ekki það að koma á sumrin en ég er ekki að bíða eftir, ég fór í hérna í sjósundu í Hjalteyri og hérna satt í pottinum og horfði yfir Eyjafjörðinn og
yndislegt skilur og svo var allir að tala um að hafa einhverju steipirriðir hann úti og ég var ekkert sérstaklega að býða til þeim sko. Þetta hefur verið magnað að sjá það, en ég meina, það var ekkert málið. Ferðamennska er rosa mikið tengsl, kannski fyrst og fremst tengslu fólk og staði. Akkurat. En það er kannski ekkert skrítið heldur þá einmitt vegna þess að ferðamennskan nærist að þessum tengslum að þegar hún vex samfélögum yfir höfuð þá kemur þetta ákall sko, að dreifa ferðamönnum að gera eitthvað og til að forða þá verðmætum eða forða okkur eða fólki frá of miklum áhrifum, neikvæðum áhrifum og svo framvegis, að vera að tala um offerðamennsku og svo framvegis og framvegis. Og þú þekkir þetta náttúrulega eins og frá Hollandi, það er náttúrulega Amsterdam er einn af þessum áfangastöðum sem hafa verið mikið umræðinni í tengslu við neikvæð áhrif massaferðamennsku. Já, og þar er þau svo sannlega að sjá þetta. Það er einmitt að mjög, það er orðið en það er á mjög takmörkuðu svæði þetta. Inn í miðbænum, bara í kringum Síkin 3. Það er ekki að fara langt út fyrir þau til þess að bara vera komin til Amsterdam. Og það kannski ásættilegt? Hvernig er umræðan? Já, þetta er náttúrulega, það er umræðan hörð þar það að breyta og reyna að breyta. Þá kemur auðvitað hvað mannfólki er nú skringilegt og margbreytilegt þá segja menn, heyrðu, nú ætlum við að hafa þessar reglur í gildi og þá verður það allt í einu aðdráttar að bli sjálfu sér sko að fara einmitt og helst að brjóta þessar reglur sko. Hann er svona, fólk leitar alltaf leiða út sko. Þetta er að vera eitthvað skynsemi í þessu og hver hún er auðvitað er hægt að ræða mikið. En þú talar einmitt um að ferðaþjónustan og ferðamálin, þetta snýst tengsl, nærist tengsl. Og kannski er ein myndlíking, þú veist, hvað gerist þegar þú setur sykur í kaffi? Sykurinn upp á ákveðnu magni leysist upp og gerir kaffið sætt og gott, ekki satt. Betra kaffi. Þangað til þú setur of mikið og þá fer sykurinn bara beinleis að falla út og dettur í botninu og verður bara leðja. Drulluleðja, sem finnst góð, en yfirleitt er frekar ógeðslega. Allt í lagi. Sjáum einhverju tímapunkti þá mettast lausnin af sykurinn. Sykurinn getur bara bundist x mikið og svo bara mettast það og þá bara fellur restin út. Og öll samfélag hljóta að hafa þessa tengslamynduna getu, skulum við segja. Og svo mettast þau bara. Íslands samfélag er lítið. Hér búa náttúrulega hvað, 340-50.000 manns. Þetta er nú ekki margir. Og það er að vera, þú veist, já, allavega, ég veit, það er örugglega ekki fasti, sko, þessi tengslamynduna geta, en einhverja síður þá er hann einhver geta. Og hún hreyfist til í tíma og rúmi og svo framvegis, en skiljuru, það sem við erum að sjá á sumum stöðum þegar hálfu miðbærin breytist í lundabúðir og helmingur íbúðar í miðbænum er orðið Airbnb og svo framvegis, þá erum við að sjá þessa sykurleiði sko. Það getum við kallað bara. Þú veist, það var bara kristallast út í einhverju leiðju sem í raun og veru örfáur vilja, skulum við segja. Og það er umræðan, sko, hver er tengslamyndun og geta, og þetta ræðst það líka vilja og áhuga og svo framvegis og hún breytist til dæmis eftir hrun og þá sjá menn, býtu við, hér eru möguleikar sem að við ættum kannski að næra betur og rækta, hér eru tækifæri, hún breytist síðan aftur þegar með öðrum þáttum sko og síðan getur komið pólitísk óvild sem að bara minkar hana og framvegis. Já, ég held að þarna getum við verið að ræða svolítið saman og hvað er það sem að myndar nákvæmlega þessa tengslamynduna getur, hvað þættir stýra því? Og það er rúglega ólíkinn, svo að segja, og afstætt eftir hvar við erum stödd og við sjáum það svo sem í rannsóknum sem, meðal annars RMF, þín gamla stofnun, hefur verið að gera á við þurfum fólks til skemmtiferða farþega og skemmtiskipa ferðaþjónustu, að þau eru ólík og þó að til dæmis að flestir farþegarnir kom hingað til Reykjavíkur og stærstu skipin kom hingað, að þá eru kannski viðhorfin einna jákvæðust, vegna þess að hérna er þá mest geta til að taka móti. Já, það er eitthvað svoleiðis. Ég fór nú að horfa, nefndi þetta við áðan en það var í kaffinu, en hérna ykkur var að horfa, ég kom keyrandi þetta við Moldvögnálsin og á Akureyri þá birtist þetta Akureyri og þá sé ég hérna Norwegian Prima, sem er eitt af allstærstu skipunum sem er búin að vera hérna í sumar og þetta er auðvitað bara risastórt skip. Já. Og svo er það þarna Oddeyrartanganum og sama reyndar á Ísafirði, sko, þegar kemur þarna inn og þá eru stóru skipin þar og gott við Prima var ekki líka þegar ég var þar núna í sumar líka. Allavega, þú veist, þetta er bara risastórt skip og þegar maður horfir á þetta og hugsa bara, djöfull er þetta skrítið
að þetta sé bara einhvern veginn ok, að það mætir bara þarna ég veit ekki hvernig að lýsa þess, þetta bara surrealist hvað þetta stórt, samanborið við byggðina og tangan, Eyrin á Ísafirði og svo aftur Oddari tangan og bara, og tala ekki þau eru 2-3 þarna sko. Akkurat. Og svo horfum við bara á þetta og segir bara, já þetta bara venjulegt. Þetta er svo langt í frá að vera eitthvað venjulegt, þetta alveg stór undarlegt bara. Þetta breyting sem líka átt sér stað á skömmum tíma. Já, og skipin stækka skipin mjög og alveg rosalega, eftir 2010 voru byggð ný og stærri, og það ennþá að byggja, það eru mörg í pípunum sko, sem að byggja ennþá stærri og þannig þetta eitthvað að gerast og sko þarna eitthvað í gangi sem að snýra því sko að við erum hann að verksmiðu væða í rauninni þjónustuhagkerfið og upplifunina og getur bara horft á auglýsingarnar fyrir þessi skip, þetta er bara Disney World á sterum og þú bara skemmta þér sko, og bara gleyma þér í gleðinni sko og alveg bara, þetta er bara surrandi gleði allan tíman, Norwegian Prime með þetta rennibraut alveg niður allar hæðirnar sko, þetta er alveg bara gleyma þér og þú veist þetta er svolítið sturlað sko, hvað í gangi þarna sko, varandi þetta er svona, já, neyslumenningin á sterum sko, fljótandi sko musteri neyslunar sko og það gleymir stað og stund algjörlega, hún bara bókstaflega í bara bublu, alveg. Og þá er það kannski mögulega gagnrýnispunkturinn frekar en að fara kannski að seima á góður íslensku fólki sem fyrst þetta að vera áhugavert en þá er það kannski þetta að þessi sko aðferð til að ferðast að hún að einhverju leyti takmarka möguleika þína til að tengjast stöðum og fólki og hún gerir það og einangraði frá Já, sko, og þá er náttúrulega mjög mikilvægt að hafa í huga, sko fólki sem þarna borð, þetta er ekki vont fólk. Þetta snýst ekkert það, sko. Þarna er bara fólk að í raun og veru ég verið að lesa heilmikið fólk sem bara að leita sér að leiðar til að komast út úr brjálæði hversdagsins sem nú ekki orðið minna klikkað víða í borgum í Evrópu og annars staðar og bara, en vill bara komast með börnin sín eitthvað í frí, þess að þau þurfi ekki að, þú veist, vera að tekja öll bóksin. Og þá er þetta alveg frábært. Hún fer bara borð og barnið þetta bara heilan dag að komast niður rennibrautina í príma og þú þarft ekki, og þú getur bara setið með mojitoin á sólaströndinni eða á bekknum. Einhvern veginn þetta orðin draumurinn með góða líf og kannski er það skiljanlegt í öllu ruglinu sem er í gangi þar alveg að þú veist, ef þú horfir á hversdaginn þar sem þú þarft að sko, þetta var nágætt í áramótasköpunni þegar hún mamman var með stjórnstöðina sko, bara heilega bara þú veist, þá verður þessi lausn alveg ídeal sko. En þá má taka skrif tilbaka og segja, býtu, hvar erum við? Þegar þetta er orðið lausnin á þessu, þú veist, það þarf kannski endurhugsa þetta eitthvað aðeins, sko, bæði hvað er vandamáli og hver er lausnin, sko. Vegna þess að, og ég meina, það verður alveg örugglega hægt að byggja ennþá stærri skip, sko. Og það verður alveg örugglega hægt að ferðast með allan heiminn. Ég meina, nú var Vissir, að bjóða þér áskriftapakka. Ég getur flogið bara eins mikið og vilt fyrir einhverja 500 € á ári. Ég meina, til að fara í fríð, til að sleppa, eða hvað það er. Þetta er allavega rannsóknarefni í sjálfu sér, sko, hvað það er sem að þessi tegund af ferðarþjónustu sem snýst bara í raun og veru að komast í einhverja bublu eða flýja eða fara eitthvað, hvað snýst það? Hvað er vandamáli sem á að leysa og hvernig á að leysa það? Hvernig kaupir þið frá, þú veist, þú bókstaflega kaupir þið frá ofneyslunni, eða hvað? Eða neytir þið frá neyslunni, eða hvað? Er það ekki alltaf klikkað? Þetta er samt það, eða hvað? Þetta er okkar besta, sko, en svo náttúrulega, svona getur alveg svona potið með þetta sko að það er kannski ekki alveg svona svart og hvítt. Við erum náttúrulega með til dæmis sko 20.000 Íslendingar fara til Kanaríeyja á hverju ári. Á einhverju leyti er að gera nákvæmlega þetta sem þú ert að segja sko en svo vitum við líka ef við svona förum ofan í saumana á því sem fólk er að gera, þá er það að gera alls konar. Já. Og sum eiga bara í mjög svona merkingabærum samskiptum við fólk og staði þar. Þannig að þetta er náttúrulega svona, já, oft við komum alltaf að þessum fínu línum og maður þarf að skoða hvert tilvik fyrir sig. Já, sko, en án þess samt sko að missa sjónur á stóra myndinni, sko, auðvitað eru tilvikin öll mismunandi og þegar ég var í doktorsnáminu í Englandi, þá var kollegi minn við hliðin á mér, Pau Obrador Pons, frá Menorca, sem er þá ein af, hvað heitir Balearic eyjunum? Mallorca er stóra og svo, þar eru 20 milljón gestir á ári og eins og í miðborg Amsterdam og hann er frá Menorca og hann skrifaði með sína ritgerð sem sagt fólkið sem var í
hvað heitir það, svona all-inclusive resort Já. á Spánaströndinni, Costa Brava og Costa Blanca, það sem með þennan Benidorm pakka sem margir fóru í hérna á 9. áratugnum. Og hann benti á þetta sem þú ert að segja, mjög skýrt að þarna væri fólk vissulega, það væri að rækta tengsl, það væri að hlúa fjölskyldunni og það væri margt annað að gerast þarna þó þau væru vissulega í þessari umgjörð. Já. Og það sem segir líka með skipin og allt þetta, þú veist, það fólkið ekkert vont þarna, það er ekki eitthvað illt í gangi, en það öll umgjörðin og forsendunar sem auðvitað setur okkur á svolítið skrítinn stað. Já. Og svo auðvitað færist alltaf viðmiðin og beislæni og í þessu öllu saman og það er gaman að velta fyrir sér sko hvaðan þetta allt er að koma. Hverju á þetta að svara og hvernig á því að vera svarað sko. Og ég held að til að koma þá aftur á tengslamyndun og getunni og því öllu saman, að þannig erum við komin að þessari línu sko. Þannig er bara búið að pakka inn, þú veist, hendur í einingu sem á að leysa þitt vandamál. Og kannski ég komi enn aftur, það var mjög fyndið hérna, ég nefndi nú hérna þegar ég var hérna í Jarðfræðihúsinu og fór í áfangan hjá honum Erni hérna í menningarlandafræði og endaði svo í dómsnáminu. Örn hérna, hann var alltaf með, og er enn með örugglega skemmtilega líkingu, hann var alltaf að tala hérna spreyið, svona spreybrúsan, sem átti alltaf að leysa allt. Og ég fatta aldrei hvað hann átti við, það tók mér nokkur tíma að fatta hvað hann var að meina, það var mörgum ára síðan sem ég kveikti sko. Já, ég held ég hafi skiljað, svo ef Örn hefur hlusta á þetta og bara leiðir eftir mig. Það er þessi í kúltúr að þú veist, það er skítablettur á borðinu og í staðin fyrir að taka tusku bara á þurrkan og jafnvel þurfa að beita þennan í því og bara nutta hann af, þá áttu að kaupa spray sem svona leysir það upp og bara hann hverfur. Og þú veist, og núna ertu komið alveg bara endalösa röð af svona sprayi í bókstaflega, ég er að tala hreinsispray sko, í alvörunni, sem að leysa allt upp sko, þú veit með svona af lettvóki þá leysir það svona sko, og svo framvegis, og alltaf áttu bara að gera svona pst og málið dött. Við erum í þessu sem samfélag alveg endalaust, það var alltaf að finna bara svona, og þetta er bara mjög ákveðin sko módernísk hugmynd, skilurðu, tæknilausn á vandamáli og þá gleymist bara allt annað, þú bara missir sjónar af því að það er líka hægt að hreinsa blettin bara með að grípa tuskuna og bara put your back in it sko, bara aðeins að nutta og það hefur ég vel gildi í sjálfu sér að nutta pínu og ég vil bara það að við bara förum saman í það að nutta upp blettin og endum að því að drekka kaffi og bara finnum upp hérna eitthvað nýtt sniðugt og ég vil hlægjum pínu vegna sem við erum að djöflast í þessum anskotans blett sem að það var ekki til neitt spray. Það veist, nei, þetta er alltaf að gleymast og svo flýttum við okkur bara, blettur, leysa, búm, næsta og svona heldur þetta áfram. Hvað er ferðaþjónustan og ferðamálin og ferðalög fólks í þessari mynd? Jú, við erum að sjá það síðan í, hérna, kannski er Norwegian Prima, það er hérna the ultimate spray, sko. Já. Ég veit það ekki, það er bara svona hugmynd. Það getur meira verið og hérna, að einhverju leyti held ég að þetta svona sé ágætis punktur hérna við þessu umræðu, sko, að hérna the ultimate spray. Sprayið. En kannski svona rétt í lokin áður við snúum okkur öðru, sko, að hérna, sko, við erum nýlega búin að gefa út bók sem heitir Ferðamál á Íslandi og er önnur útgáfa og við ætluðum að svona raun og vera að kannski að heldum kannski að við þurftum ekkert að endurskrifa svo mikið. Það var nú aðeins meira kannski endur við byggust við. Já, við ættum að stytta var það ekki? Við ættum að stytta og líktast aðeins. En hérna, en við langar til að heyra á þér, en þú varst náttúrulega mjög svona involveraður í þessa, sko, alla þessa umræðu og rannsóknir og ferðamál á Íslandi, hérna, þangað til þú fer til Hollands 2017. Nei, 19, já. Að, hérna, og svo líða nokkur ár og auðvitað kemur COVID og svona, sko, en það er svona ákveðna fjarlægð á náttúrulega bara það sem er í gangi hér. Já. Og hérna, hvað er það svona sem stendur upp úr svona fyrir þína parta og hérna, er eitthvað sem kom að vera óvart þegar við vorum að taka þetta saman og endurskoða gamla textan frá 2013 og hérna, eða varstu fyrir vonbrigðum eða svona svoleiðis að áttur þú vonað meira hefði breyst? Nei, ég átti nú ekki vona því, sko, að meira hafi breyst. Það er ákveðin þungi í, hérna, í öllum þeirri þróun sem er eiga sér stað í ferðamálum. Minna, það sem er búið að vera ræðum í 10 ár, 10-15 ár, það er kannski að raungerast, sko,
og það tekur 10-15 ár fyrir hluti kannski að raungerast, þannig að þú veist, þú sérð alveg hvert stefnir og svo bara tekur það þennan tíma og svo verður það, þannig að það er svo sem ekkit, það er ekki miklar eðlisbreytingar sem hafa átt sér stað, sko, þetta er alltaf þeirri leið sem var búið að spá fyrir og kannski eðlilega vegna þess að ég segi, það er sett í gang, þú veist, já, bara, og eins og ég hef nú alltaf bent á, þreytist nú ekki á að tyggja, sko, það náttúrulega ferðaþjónusta og ferðamál á Íslandi og gestakomur náttúrulega beintengd af fluginu og þróun í flugi heim allan og Icelandair og flugfélögin Play og önnur eru bara engin undantekning þar á. Þetta er bara ákveðin samkeppnismarkaður og það er rosalega skemmtilegt og annað viðfangsefni, það er bara að rekja upp þessa sögu. Ég meina til dæmis svo staðreynd að flug borgar ekki skatt af olíu. Ég meina það er bara alþjóða samkomulag sem var gert í Chicago hérna fyrir einhverju 60 árum. Bara til þess og það er búið strömlínu laga alþjóða kerfi flugsins og með öðrum orðum það er búið að setja upp forsendur og ramma fyrir flugi til þess að bara halda áfram. Þróast og vaksa og það verður voðalega erfitt að snúa af þeirri braut, það þarf mikla grundvallar breytingar og mjög mikinn pólitískt bakbein á alþjóðavettvangi til þess að gera það og ég sjálfur sitt nú bara í svona umræðum, í svona alþjóða samninga viðræðum eins og við erum með verkefni kringum Suðurskautslandið, það sem byggir á alþjóðasamning sem heimsóttur hverju ári frá 1957. Þú veist, það breytingur þetta tekur áraraðir og tala nú ekki síðan þegar eru svona hagsmunir eins og í flugsamgöngum í alþjóðlegum þá bara, og við erum bara beintengt þessu. Ég meina, það koma bara gestir eru bara ákveðið hlutfall af þeir sem bara fer gegnum Keflavík, það er bara ákveðin prósent sem fer hérna inn í landið, sko. Þannig að þetta lá allt fyrir og þetta liggur allt fyrir og það er alveg ljóst að hérna við munum auðvitað fá bara gesti í samhengi við það og við sáum nákvæmlega þróunina hérna þegar síðan COVID kemur og þá stoppar það bara og það er sama ef að verður einhver stóri atburði þá stoppar þetta tímabundið. Ef það verður eitthvað skonar efnahagshrun þá stoppar þetta auðvitað með þess að fólk vill hafa í sig á áður að fyrir eitthvað að herðast. Og svona, þú veist, þessi þættir eru bara ennþá. Þetta er allt svo sem óbreytt en það sem að við getum gert hérna og það sem ég held að það sé, eins og við nefndum aðeins svolítið, umræðan er að þroskast að því leyti að menn er að sjá möguleikana og líka átta sig á því að það er alveg hægt að stýra þessu. Það er alveg hægt að hafa þetta eins og þú vilt hafa þetta. Þetta þarf ekki bara vera einhvers konar himnasendings eða hvað maður segir. Þetta er ekki bara eitthvað náttúrulögmál. Við stýrum þessu. Við getum ákveðið að byggja þetta svona, skipulega þetta svona, hafa þetta hérna og það er kannski þessi uppgötvun sem að þyrfti eiginlega að verða virkari, skulum við segja. Þetta er eitt af því sem er að gerast í samfélaginu og þetta mun þróast á þá lund sem við ákveðum að gerist. Við getum stýrt þessu. Og við höfum tækinn til þess, við vitum hvað það eru og svo framvegis, sko. Þannig að þetta snýst að taka ákvörðun og átta sig á hvert við viljum stefna og hvað við viljum vera. Já, nákvæmlega. Það er akkurat það sem er og náttúrulega í þeirri umhverfi þar sem við búum náttúrulega í dag og ekki búum við lengi þar sem að náttúrulega meira er alltaf betra, stærra er alltaf betra, þá náttúrulega er alveg gefið hvert þetta fer, sko. Þetta er Norwegian Prima er bara lítið skip þegar þú fer að skoða stóru myndina, sko. Ég meina, og við þurfum náttúrulega þá að fara að endurskoða það aðeins, sko. Getum við sagt okkur bara við að kannski hlutinni séu bara svona og bara vinnum við með það. Og förum ekki og vinna okkur út sko meira betra. Það kemur síðan inn á þetta, það sem þetta allt snýst á endanum og það eru þetta, svo við komum aftur bara sambandi manns og umhverfis. Alveg niður í grunninn aftur, ég meina við erum náttúrulega og það blasir við að Íslendingar eru framalega og heimurinn allur, við erum hreinlega að fara að klára þessa plánetu hann er búið að spá því lengi og menn segir bara, þetta er nú eitthvað kæft að við bara tæknilegsum okkur út úr því, þetta er það alveg stór möguleiki og það er margt sem mun breytast þar en það breytir ekki að sko, svo vöxtur og uppbygging í neyslu, svo neysla sem er eiga sér stað núna allan heim þetta er alveg rosalega mikið við erum að sjá uppbyggingu á Indlandi, Kína og í Afríku, allir í Suður-Ameríku ferðast nú mikið og það er allstar, þú veist, byggingarhændir í Reykjavík eru bara hlutfallslega svipaðir sennilega, þetta er bara brota en það er sturluð uppbygging að eiga sér stað allstaðar, það er mikil velmegun sem fylgir þessu Módíllinn svo Indlandi, hann er bara búin að taka upp algjörlega neyslumódelið, vestræna neyslumódelið og lofar bara fólki þið munum bara hafa það gott og hann er að delivera því, hann er að byggja íbúður og hús og vegi og metrólínur og ég veit ekki hvað og hvað all Indland
og byggir það síðan á svona þjóðurnis hindúnationalisma sko, og segir bara fyrir fólkið sko, það er að segja ákveðið fólk sko, og þetta er og samið til Kína með öðrum formerkjum og svo framvegis, þetta er alveg rosalega merkileg þróun sem er stað, en þetta er gengdarlaust modernist neyslumódel sem við erum að sjá allt það sem Bandaríkin er búin að gera og svo Vestur-Evrópa við með, það er allur heimurinn að fara að gera. Það er bara þannig, það er bara leiðin í þangað og það þarf engan snilling til að sjá að það bara gengur ekki upp. Við erum á leiðinni fram að bjargbrúninni. Bara hratt og örugglega. Og einmitt, þetta er bara gott að snúa sér þá einmitt kannski að því áfram og þú lýstir aðan sko þessum drifkröftum kerfisins sem eru bara stiltir þannig að það bara meira er betra og það er svona viðvarandi vaxtasjónamið, það þarf að vaxa hverju ári. Vaxa sér hverju vanda. En við erum bara með eina plánetu, eina jörð og hvernig er svona, ég veit að þú hefur náttúrulega skrifað þetta og meðal annars notað hugtakið mannöldin og jarðsambönd og rætt þetta í tengslu við upplifun ferðamanna hérna virkjanalandslægi og svo framvegis. Ef þú svona heldur þessu aðeins áfram, þessum þræði sem varst komin að stað með, Já, í rauninni þá hverfist þetta aftur sko, almennt séð þessi samband manns og náttúru og almennt séð sko, þá erum við að sjá þetta samband mótast af neyslu og það taka, þú veist, og helst ekki gefa neitt tilbaka, bara taka. Og það er rauninni allt er gert þannig, sko, það er bara taka úr og eða kannski búið til einhvers konar hringrás sem að snýst í raun og veru að taka úr líka, sko. Og þetta er ekki holdt samband. Sko, þú getur bara ímyndaðir þín persónulegu samband eða þú snýrust bara þetta. Þú tæki bara það sem þú sægir þér til hagsbóta í mjög þröngu skilningi og frá öllum sem þú þekkir og öllu. Þannig, og þetta er sambandi sem við eigum núna, sko, og þegar ég er að tala jarðsambönd og þessi early attachment sem ég tala í bókinni minni sem kom á 21 þá er ég að tala að þú veist, það er að endur uppgöta, sko, það ríkidæmi sem er í tengsla mynduna möguleikum á öllum skala, sko. Þú veist, og það er, þú veist, það er svo mikið ríkidæmi bara í einföldustu hlutum og þessu smáa og sem er allt í kringum okkur, þetta er svo flókið samspil og það hangir síðan, og svo merkilega, það hangir allt saman, það er allt tengt öllu öðru líka og bara þessi meðvitið og það átta sig á því hvernig það er, þá opnast fyrir manni ótrúlegustu heimar, sko, bara sjá að skynja þetta og þannig komum við rauninni aftur að því sem að heillaði mig við náttúruvísindin og landmótun á sínum tíma, sko, það er bara allt í að sjá og þetta er eitthvað sem ég skrifaði einu af mínu fyrstu greinum snýrist bara þetta, sko, uppgötun af mótunarafli ísaldajökla sem voru ekki lengur á staðnum og bara, þetta er svona, sko, heimurinn er ótrúlegur og hvort sem það er fólk eða umhverfi sem að, og það er að öðlast þessi jarðsambönd snýst þetta, uppgöta þessar tengingar sem eru og við erum úr og til dæmis núna það sem ég er að skrifa núna nýlega og vinna með, ég er kringum vatnsréttindi og ár og átt að segja á því auðvitað hvað vatnið eru við erum vatn við erum 70% vatn eða ekki og gúrka er 90% vatn við erum svona eiginlega bara gúrka og ég meina næstu bær við gúrku ég meina en sjáðu hvað gerist ef ímyndum okkur við sitjum nú í þessu herbyggi hérna ansi lengi og gleymum að drekka þá sjáum við beinlínis hvernig við munum þotna upp við munum sjá það, við munum skrælna upp það sést á okkur, við munum skrælna upp svo myndum við vera að deyja þetta er svona 4-5 daga, that's it, við erum vatn, ef við fáum ekki vatn, ef vatni leikur ekki gegnum okkur og gegnum svitthálurnar okkar út allt og við drekkum ekki nógu svo framvegis, þá bara þóttum við og deyjum, við erum vatn. Hvaðan kemur vatnið? Jú, himnum ofan sem rigning og fyrir gegnum grunnvatn og filterast hérna og sko veist að það er vatnsringrás á litlum og stórum skala og í heildarmyndinni þá er ein hnattræn vatnsringrás á þessari bláa plánetu. Við erum hluti af henni. Við erum tímabundin birtingamynd vatnsringrásarinnar skilur við, í augnablik svona meðaltali 85 ár þá birtust við og við höldumst sem element í þessari hringrás í svona meðaltali 85 ár eða 80 ár eða segjum, og svo bara gerist eitthvað annars og leysust upp og fyrir einhverju aðra hringrásir skilur, og þessi spæling, spáði í þessu sko, þá ertu hluti af einhverju miklu stærra, þetta höfum við alltaf vitað veist, þetta er ekki nýtt skilur ég segi eitthvað sem við vissum ekki, þetta höfum við alltaf vitað en það að kunna meta það og meta það að verleikum og kunna að sína auðmýðgagvart í, þá ertu að öðlast allt öðruvísi samband
heldur en að ímynda þér vatn sem bara neysluvöru. Og nú er ég bara að taka dæmi af vatni sem svona lítið brot, þetta má hugsa allt annað. Og þetta það sem að fólk að skrifa ég er ekkert að finna þetta upp, sko. Þegar það er talað að draga fram þekkingu frumbyggja í loftslagsumræðinu og öllu því, sko. Það verður einhver alveg hræðileg kitsútgáð þessu sem ég var að segja, sko, en þetta oft mikið skraut, sko, eins og loftslagsráðstefnu, það sem kom einhverjir, þeim með helst bara vera frá Amazon sem að tala það, sko, eitthvað svona. En sko, þetta í þekkingu okkar og ekki bara frumbyggja, heldur líka okkar við förum aftur í Íslandssögun og svo framvegis að þú veist, að vera þakklátur fyrir það sem að jörðin gefur, þú veist. Ég man til dæmis þegar ég var einmitt í skátunum þá var alltaf sungið fyrir og eftir mat, þakkarsöng og lofgjörð, ekki kannski í trúabröðum þetta gert, en ég meina, af hverju ekki? Þetta bara sýnir annað, sko, samhengi, annars þú setur aðra vídd á sambandið og þetta það sem að við erum bara, þetta sjónarhorn okkar á sambandi við umhverfið er alltaf að þrengjast meira og meira og það það sem að hafa þessi neikvæð áhrif og það sem er merkilegast í því er þá, og þá kemur við umræðan, erum við að klára plánetuna, erum við að fara fram að bjargrúninni, er þetta alltaf að vera búið? Nei, alls ekki, við erum alls ekki að klára þessa plánetu, hún er óendaleg í ríkidæmi sínu, en við erum að stúta henni, sko, með því að nota bara eina vídd úr henni, sko, með því bara taka eina vídd úr þessum sambandi og sjúga það algjörlega, merksjúga það. Þá erum við að eyðileggja bæði okkur og þessa plánetu sem að það en sko eins og ég segi líka alltaf, ég segi í bókinu minni, jörðin alveg sama. Akkurat. Meina, þú veist, hún heldur nú bara áfram og við erum alltaf bara að eyðileggja í raun og veru lífsforsendur okkar. Já, svolítið að saga greinina sem við sitjum á. Já. Það er bara... Þú veist, tréð heldur áfram að vaksa og það mun bara blómgast og vera bara fínt en spurningin er þessi, sko, hvað ætlum við að gera? Og við getum lifað á þessari jörð, sko, 12 miljardar, 15 miljardar, 20 miljardar, easy peasy. Ef við ætlum bara ekki öll að fá okkur svínakjöt í hvert mál eða kjúkling eða whatever og það einmitt svo skemmtilegt að skoða einmitt þessa sögu, hvernig svo hugmynd var til að við þurfum að éta kjöt í hvert mál. Þetta er bara hugmynd. Mjög nýleg. Mjög nýleg bara. En það breytir því ekki að það eru gríðarlega sterkir kraftar sem sko halda þessu að okkur og að mjög erfitt að snúa þessari leið sko og hver ætlar að segja sko eins og svo umræða það komið upp að ríki sem við stundum með einhverjum hrokaköllum þróunaríki sko, eigi ekki að njóta sömu lífsgæða innan gæsalappa eða bara skulum bara segja efnislegra gæða og við njótum og já, það er erfitt að segja það en maður skilur líka út á hverju fólk að flykkjast þessa hugmynd sem verður að fylgja til þess að Indlandi svo til lýsa aðan. Já, ég meina hún er auðselt sko. Hún er auðselt. Já, ég meina það er auðselt en ég meina en er þetta en getum við gert eitthvað annað sko? Getum við sko? Já, við getum það nefnilega og það er nefnilega ró. Já, það er nefnilega stórmerkilega og einmitt í þessu samhengi og nú er ég að vitna í Amitav Ghosh stórkentuleg bók sem heitir The Great Derangement stóra fyrring, stóra sturlun sem hann lýsir nútíma samfélaginu sem hann einmitt bendir á það að Gandhi hafi verið mjög meðvitaður þetta að ef að 300 miljón indir á sveinu tíma ætluðu að fylgja leið Bretana og neyslu menningarinnar þá væri það bara áskrift á böl fyrir einmitt fólkið og hann byrjar að predika þarna algjörlega allt öðruvísi lífstíl og hugmyndir eins og við þekkjum af Gandhi og hann hafði mitt þessa persónu til að fylgja því eftir og fór trúðunum sko. Og þetta er alveg hægt Gandhi var að þessu að tala að það er alveg hægt að lifa öðruvísi og hann hafði sko einmitt bæði sögulega og menningarlega vikt til þess að geta haldið fylgja því eftir Móti, hann tók bara af hillunni sko bara eitthvað cheap, spreyið sko og alltaf sko til að halda völdum og hann er í hreinni klári valdabaráttu sko, eða valdapólitík og þetta er svolítið ömurlegt og leiðilegt að horfa upp á það sko þannig að með alla þessa möguleika og öllu þessu tækifæri þá erum við að sjá að allir er að velja sko spreyið og við erum að reyna að benda á og það sem ég er að benda á í jarðsamöndu og fleiru að það eru margir aðri möguleika til og þá kemur það merkilega með frelsið og það allt saman þannig er það og allt sem við eigum sameiginlega í öllum þessum möguleikum og öllum þessum tengslum þú veist, þannig er frelsi þannig eru möguleikandi, þannig eru tækifæri, þau eru endalaus og hugvit mannskepnunar sem er nú skinuskepna eins og ég nefndi á þann
alveg óendalegt og það sem við þurfum að gera að skapa sko tækifærin og möguleikan á að opna fyrir opna hausinn sko ekki sko þrengjan í sko bara úrval af einhverjum spraybrúsum sem allir eru eins og eiga að gera X, B og X og Z, nei bara hendum allir spraybrúsunum og bara förum bara að finna út úr þessu sjálf og við getum það spálega. Það er sko minnstamann í mig. Búið til þess að fórstu. Þetta er nú svolítið idealist sem ég að lýsa hérna og hvernig geti þetta nú byrst, það er þetta stóra spurningin. En við gætum hugsað okkur bara ef við tökum og færum umræðina til Íslands, sko. Og ferðarþjónustuna hér, bara nákvæmlega eins og vorum að ræða áðan, að við getum stjórnað svolítið málunum. Vissulega þannig að margir kraftar sem við stjórnum ekki olíuverði í heiminum, við stjórnum ekki því hvort það komi upp alheimsvírus eða eitthvað þess áttar, en við getum svolítið stjórnað sko, því sem gerst okkar heimavelli og en það getur þýtt að við þurfum svolítið að velja frá og maður þekki það alveg, það getur verið mjög erfitt að ákveða, ég ætla ekki að fara til útlanda eða ég ætla ekki að kaupa þessa nautasteik eða hvaða nú er sko, en þetta eru kannski svona í raun og veru einhver leiti hliðstæðar ákvarðanir sem þarf þetta að taka. Já, auðvitað náttúrulega er það mjög erfitt að vera, og það er bara óraunhæft og ég tala líka um það í bókýri minni, það er bara kjánalegt að segja neina þú bara velur að gera ekki X eða Z, þú velur bara að fara ekki til útlanda þegar allir aðri fara til Tenerife. Hvað ætlar þú ekki að fara? Það er bara kjánalegt að halda þessu fram. Auðvitað fara allir til Tenerife og þú fer það bara líka. Það sem var að breytast á miklu stærri skala en það, við sameiginlega þurfum að taka einhverjar ákvarðanir og það eru þetta flókið. Og þá eru þetta bara spurningum að fara að ræða hvað er það sem við teljum venjulegt og í lagi og gott og hvað eru viðmiðin, ég meina, og tökum bara Tenerife dæmið aðeins lengra, ég meina, það flykkjast Íslendingar til Tenerife. Ég meina, við sjáum ekki íbúa Tenerife sem eru nú ekki mikið færri en Íslendingar koma til Íslands í miklu mæli, það nú góð? Hvað þætti okkur ef þetta væri bara snúið við? Hvernig litið það út? Þó að, eins og ég segi, það sem margt að gerast. Hvað við þurfum bara að kannski taka svolítið fjarlæg frá hlutunum og bara velta fyrir okkur bara hvað er eðlilegt? Hvað er í lagi? Þetta baseline mun alltaf færast. Þegar Næsir var og hétt í 1 ár eða 2, þeir voru með klippikort til tenni. 10 skipti bara klippikort. Ég meina, eftir 10 ár þá bara, ef þetta gengi upp hjá þá er allir bara með klippikort og bara, svo bara, hvað er klippikortið? Foreldrar okkar fóru kannski einu svona ári til útlanda. Afar okkur og ömmur fóru bara ekki til útlanda einu sinni. Þú veist, hvað var sumarhúsin? Hefðum allir voru að byggja við Laugarvatn og svona vegis. Ég meina, þetta voru sumarfríin, var það ekki? Þú veist, þetta breytist allt og það eru ákvarðanir sem eru teknar þarna. Það eru möguleika sem eru opnast. Og þessu er ítt í ákveðin farvegi og eins og ég nefndi það með flugið sko, sem að gerir okkur þetta kleift að fara með klippikort til tenni. Það er system sem var sett upp og það er búið að taka hvað verða núna 80 ára að byggja það, þetta system sem við erum að sjá núna raungerast í klippikortinu tenni. Þessu er hægt að breyta. Já, og það er það sem ég að tala að þetta þarf að gerast á svona kerfisbasis en ekki að svona veru ásaka einstaklingarna fyrir að taka rangar ákvarðanir út í búð. Sko. Nei, og ekki benda á það að þar liggi lausnin að þetta sé bara spurningum þitt val. Nei, það er bara kjánlegt. Ég meina, við erum ekki eyland. Og það er kannski enn einn blekkingin sem er búið að koma svo rækilin í hausinu okkur að við séum einhvern veginn bara einstaklingar alveg eins og eitthvað eitt stak, það bara erum við ekki, bara fjarri því. Dæmið vatnið eftir nú að sýna það og hugmyndalega, menningarlega og samskiptalega maður hugsa þetta alveg eins. Veist, hvernig heilið þinn gerjast, það er að gerast núna í þessu samtali. Veist, og það er allan voðalega sorglegt að hugsa einhvern sem væri algjörlega fyrtur öllu sambandi við aðra manneskjur. Ég veit ekki hvernig sá heili myndi þróast. Hann er allan voða spes. Áræðilega, svolítið spes. Já. Það er mörg að taka, mörg að hyggja. Já. Eitthvað sem við erum að eftir að kofra. Eitthvað sem kannski koma fram á lókum, eitthvað sem svona brennur á þér. Nei, já, ég skulle bara orða þetta einfaldlega held ég, sko. Þú veist, ferðamál og ferðarþjónusta. Við erum að tala um það. Ferðalög fólks munu alltaf vera. Fólk mun alltaf ferðast. Það er bara spurningi hversu langt og hversu oft og allt það. Og til hvers? Við erum ekkert að fara að hætta að ferðast.
og það er gott fólk á að ferðast en það er bara hægt að ferðast á svo marga vegu og það er hægt að fara svo mislangt og það er hægt að gera svo mismunandi og það að ferðalag þurfa að vera bara X það er blekking, það er söluvar, það er lygi sem er að skerða frelsi okkar sem gerur okkur bara vængstíð en ferðalög og ferðafólk og gestirnir hérna, ef við horfum á það sem hengsla mynduna möguleiki í öllum sínum margbreytileik þá er það raunverulega frelsi það þarf ekki að snúast langt mikið og meira það getur verið lítið smátt og bara hér Þetta eru bara frábæra lokaorð. Þetta tapast bara kæra þakkir fyrir komuna og þetta góða samtal. Takk